Hæð í þríhyrningi er lína sem dregin er úr hornri, hornrétt á mótlæga hlið. Hér stendi ég þessu horni hér og dreg þessa bláu línu hérna niður á mótlægu hliðina og það myndast 90 gráðu horn hér. Þetta heitir þá, þessi bláa lína heitir þá hæðin af þessari mótlægu hlið. Þannig er að á hver hlið á sér sína hæð sem merkt er með hx þar sem x merkir bókstafaheiti hliðarinnar. Tökum sem dæmi hér. Hér er hornið A, mótlæga hliðin heitir A og þá heitir hæðin sem dregin er hérna niður hæðin af A. Hér er hornið C, mótlæga hliðin er C og þá er hæðin sem ég teikna hérna og sem myndar 90 gráðu horn hérna á C, hún heitir þá hæðin á C. Hér er síðan hornið B og mótlæga er hliðin B. Þá myndast, þegar ég teikna þessa rauðu línu hér niður, þá myndast 90 gráðu horn á hliðinni B. Þetta heitir þá hæðin af B. Hæðirnar skerast alltaf í einum punkti, innan eða utan þess þríhyrnings. Í kvassindum þríhyrningi lenda allar hæðirnar innan þríhyrningsins, samanber myndina hér. Hér er ég búinn að teikna 3 hæðir, hæðina A, hæðina B og hæðina C og þær hittast allar í punkti innan þríhyrningsins. Ef við erum hins vegar með gleiðhindaþríhyrning þá segir hér, í gleiðhinduþríhyrning skerast hæðirnar í einum punkti utan við þríhyrningin. Einungis þannig geta hæðirnar legið hver á sína hlið. Það er að segja, það er ekkert mál að teikna hæðina af þessar horni hér. Hún kemur hérna og fer lóðrétt upp. En til þess að geta teikna hæðina af A, þá þarf ég að lengja hérna hliðina A til þess að geta myndað hornið, 90 gráðu hornið. Þannig að hér er hæðin A alla leið hingað niður. Til þess að teikna hæðina C, þá þarf ég að lengja hliðina C hérna hingað út og þá myndast þessi lína hér, þessi rauða, hún sker C-línuna í 90 gráðum hérna niðri. Þessi rauða lína telst að vera hæðin af C. Smá misprentun hérna.